Lúxusíbúðir. 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 Við þurfum að hætta að byggja íbúðir sem enginn hefur efni á að kaupa. Þetta bitnar á ungu fólki, láglaunafólki, öryrkjum og tekjulitlu eldra fólki. Þetta er fólkið sem festist á rándýrum leigumarkaði. Reykjavíkurborg verður að nýta skipulagsvaldið sitt betur. Okkur vantar yfir 20.000 nýjar íbúðir á næstu 5 árum. Núna lofa auðvitað allir öllu fögru fyrir kosningar. Og þá er spurningin: af hverju ættir þú að treysta Flokki fólksins? Við höfum verið í borgarstjórn í 1 ár og strax brotið nýtt land. Á þeim tíma komum við af stað stærsta uppbyggingaverkefni á hagkvæmu húsnæði í sögu Reykjavíkur. Við erum búin að gera uppbyggingarsamninga við ríkið uppbyggingu á ríkislóðum samtals fyrir yfir 5.000 íbúðir. Og það á 1 ári. Uppbyggingin í Úlfarsárdal er stærra átak en uppbygging Breiðholtsins. Og þetta eru vandaðar íbúðir sem fólk hefur efni á að kaupa eða leigja. Við ætlum okkur að stækka vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins og auka samstarf við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög. Við ætlum að hraða uppbyggingu á Keldnalandi. Við ætlum líka að hraða byggingu Sundabrautar. Það opnar á nýja byggð á Kjalarnesi, Gunnunesi og Geldinganesi. Við ætlum að stöðva lóðabraskið og herða reglur. Við tryggjum að fólk geti aftur fengið lóð á eðlilegu verði. Við ætlum líka að grípa inn í leigumarkaðinn. Og hætta að gefa út rekstrarleyfi fyrir gististaði í flokki 2. Íbúðir eiga að vera heimili fyrir fólk. Ekki fjárfestingarvara. Ekki hótel og ekki fyrir Airbnb. Og já, við ætlum að byggja nóg af bílastæðum. Fæði, klæði, Bílastæði. Við látum verkin tala Og erum rétt að byrja.